Vatnsaflsvirkjun er virkjun þar sem við erum að nýta vatnsafl til þess að búa til rafmagn. Upphaflegu vatnsaflsvirkjanirnar voru bara hjól, stórt hjól sem var sett í læk og lækurinn látinn snúa hjólinu, annaðhvort leka hérna ofan á eða leka hérna framhjá, snúa hjólinu. Hjólið lá síðan inn í hús eða öxull úr hjólinu réttara sagt og var notað til þess að keyra sög eða myllu eða eitthvað álíka. En í dag notum við vatnsaflsvirkjanir fyrst og fremst til þess að búa til rafmagn. Og í grunninn þá erum við með á eitthvað staðar. Við stíflum ána til þess að safna upp vatninu. Eftir því sem eru meiri sveiflur í ánni þurfum við stærri stíflu því að við viljum hafa jafn mikið vatn alltaf í gegn. Þannig að ef það eru mikla sveiflur þá þarf ég að safna varabirgðum af vatni þegar það er mikið í ánni til þess að nota þegar það er minna í ánni. Síðan liggja göng eða pípa niður í stöðvarhús þar sem það er ekkert ósvipað hjól, kannski aðeins flóknara en grundvallaratriðum eins, sem að snýr einhvers konar rafal sem býr til rafmagnið sem flytur rafmagnið síðan til okkar sem þurfum að nota. Það sem að gerir vatnsaflsvirkjun öfluga er tvennt. Það er vatnsmagn og fallhæð. Það er náttúrulega langbest að vera bæði með mikið vatnsmagn, mikið vatn í ánni og mikla fallhæð. Það er að segja að láta stífluna eða það sem við söfnum vatninu saman vera eins hátt fyrir ofan stöðvarhúsið og hægt er. Til dæmis fallhæðin í Kárahnjúkum, það er að segja það liggja 60 km löng göng frá aðal stíflunni. Það eru reyndar fleiri stíflur þar en stærsta stíflan, Kárahnjúkastífla, og niður í stöðvarhús það eru 60 km. Göngin þessar 60 km þau halla eins lítið og hægt er, þannig að vatni bara rennur í rétta átt, en stöðvarhúsið sem er síðan inn í fjalli, það liggja 2 lóðrétt göng sem byrja í þessum göngum sem liggja frá virkjuninni, lóðrétt beint niður í stöðvarhúsið. Þau eru 400 metra há. Það er svipað á Empire State. Þannig að þarna erum við með mikið vatnsmagn og mikla fallhæð, enda er Kárahnjúkavirkjun stærsta virkjun landsins.